Komiði sæl, þetta er Emil Steinar og í dag ætla ég að fara í gegnum hvað mikið ofbeldi er í teiknimyndum. Hérna er teiknimynd sem ég ætla að kynna fyrir ykkur og hún heitir Spies in Disguise. Hún er njósnarann Lance Sterling og uppfinningamaðurinn Walter Beckett. Hún byrjar þannig að ungur drengur að nafni Walter Beckett er að taka dót í sundur í stofunni heima hjá sér og mamma hans er lögregluþjónn og strákurinn er uppfinningamaður sem vill breyta heiminum og gera hann betur en hann er. Og í byrjun myndarinnar er hann að taka raftæki í sundur. Þau kveðja sig því að mamma hans þarf að fara í vinnuna og síðan kemur í ljós að hann missti móður sína sama dag og þau kvöddust. Ég ákveð að segja ykkur þetta núna að þetta tengist dálítið mikið ofbeldi í heiminum, eins og mamma hans dó þegar hún var aðeins 31 árs í skotbardaga við glæpona og þetta tengist byssur og ofbeldi í heiminum. En hvað með það? Lance Sterling fer í leiðangur til Iwate héraðin í Japan til að sækja njósnatækið M9 leynivopnið sem er fyrsta sjálfstýrði árásardróninn knúinn af orku andrúmsloftsins sem stöðvast aldrei, hættir aldrei alltaf skotmarkið, sem þekktur vopnasali að nafni Katsuo Kimura stal úr vopnarannsóknarstofunni hjá leyniþjónustunni. En ekki byrjar þetta vel því að Lance Sterling vill vinna einn og er einfari. Hann ákveður að ekki að bíða eftir liðsauka heldur fer hann beint inn. Hann er umkringdur af 70 jakúsar þegar hann kemur inn og þar með er illmaðurinn að nafni Killian með skjalatöskuna sem árásardróninn er í. Í myndinni er mikið verið að kyrkja og lemja höfuð annars manns í borð í byrjun myndarinnar. Það er mikið sverð, byssur og sprengjur. Killian er með vélhönd og getur stjórnað árásardrónunum með vélhendinni. Mikið er að vera að drepa í myndinni, til dæmis Killian lætur vísindamann búið til fleiri árásardróna fyrir sig og síðan lætur hann árásardróna rífa í slopp vísindamannsins og brýtur gluggann og heldur honum fyrir ofan oddhvassa kletta og lætur svo dróna sleppa vísindamanninum, en við náttúrulega sjáum ekki hvað verður hann en við vitum að við sjáum hann ekkert meira í myndinni. Killian skannar andlitið af Lance Sterling og getur notað andlitið hans sem hann skannaði með vélauganu sinni því að hann er með eitthvað vélbúnað í andlitinu sem gerir honum kleift að líta alveg eins út og hvaða manneskja sem hann skannar. Hann notar andlitið hans til að láta eins og Lance Sterling hafi stolið árásardrónunum og drepið 2-3 hermenn í byrjun myndarinnar. Hann ákveður að stinga af því að þar er Marcy-Cable, Eyes og Ears komin til að taka hann fastan fyrir ránið á árásardrónunum. Og Walter er rekinn af Lance af því að Lance fannst tækin sem Walter bjó til ekki nógu flott eða hann vildi meiri svona sprengju og drepast, meiri svona sprengju bara, kabúm. Hvað með það, Walter segir við Lance að hann sé búinn að finna eitthvað efni upp sem getur látið mann vera ósýnilegan, en Lance hefur engan áhuga á því og rekur hann. Það er áður en á að handtaka hann
þá ákveður Lance að flýja og þegar Lance þarf að láta sig hverfa þá leitar hann til Walter þótt að Lance hafi verið búinn að reka hann. Þegar Walter er nýbúinn að búa til mótefni CRISPR-Cas9 erfðabreytir og hún virkar, þá drekkur Lance það að því að hélt að það væri drykkur sem Walter var að bjóða hann upp á. Leið og Lance drekkur CRISPR-Cas9 erfðabreytir, þá breytist hann í dúfu af því að það var að vera að nota fjöður af dúfu í þessa rannsókn. Hann verður á dúfu og Walter reynir að finna leið til að breyta honum aftur í mann, en á meðan afsakið, ég ætla ekki að gespa, þá lætur Walter fólkið vita að Lance sé heima hjá sér, sem voru náttúrulega stór mistök. Messi, Cape, Ice og Ayers kom á stað með fleiri hermenn og sérsveitafólk og allt heim til Walter og allar ráðast inn. Þar fer eltingaleikur og dag í dag, en það er ekki það mikilvægt sem ég ætla að segja. Ég ætla að koma aftur á efninu og hérna er það. Þeir ákveða að vinna saman til að bjarga heiminum frá Killian og árásardrónum sem hann stjórnar fór gjöreyðingu á leyniþjónustunni. Killian hefur upplýsingar alla starfsfólk leyniþjónustunnar af því hann fer á leynisvæði þar sem upplýsingar alla fólk sem starfir leyniþjónustuna er og hann ákveður dulbúa sig sem Lance og við sjáum þar í myndinni að árásardróninn drepur manninn sem er að gæta þessi gögn. Og við náttúrulega sjáum þannig ekki aftur. Og Killian hefur upplýsingar alla starfsfólk leyniþjónustunnar og ætlar að hefna sín á Lance því að það kemur í ljós að Lance drap alla menn Killians. Það gerist í einu af fyrri verkefnum HTUVF sem skammstöfun fyrir Honor, Trust, Unit og Valor. Njósnarinn Lance Sterling drap sá fyrrnefndi áhöfn Killians að hryðjuverkamönnum í Kirgistan. Í því verkefni missti Killian vinstra auga og handlegg sem leiddi til þess að hann fékk vel hönd og vel auga. Eftir mörg ár eftir hann er búinn að vera að plana þessa hefnd, þá brýst hann inn í gagnagrunn HTUVF og stelur upplýsingum alla sem vinna þar og skipuleggur að drepa alla alveg eins og Lance drap alla hans menn. Þeir ákveða að fá hjálp frá Mercy, Cable, Ice og Ayers til að taka niður Killian með ýmsum tækjum sem Walter hefur búið til. Myndin endar þannig að Walter bjargar Killian frá dauða því að Walter trúi að vont fólk getur verið gott og ég náttúrulega skil það vel. Walter sér bara það sem hann vill sjá og þegar Killian heyrir þetta að Walter er að bjarga honum þá breytist aðeins hans skoðun. Og enda myndir er Lance og Walter báðir reknir úr leyniþjónustunni og eru svo teknir inn í sendibíl eins og sé að vera að ræna þeim og þá kemur ljós að fulltrúi HTUVF vill að Walter stjórni sérsveit sem nota öll tæki sem Walter er búinn til og Walter ákveður þá að fá Lance sinn félaga í þessu og þeir fara að bjarga heiminum frá öllum illum mönnum. Ég veit þetta var löng kynning en þetta er bara það sem var mikilvægt sem þurfti að koma
fannst mér og já, ég vona að ykkur finnst þetta fræðilegt og skemmtilegt og já, þetta mín skoðun á þessari mynd. Ég veit að það eru til fleiri ofbeldisfullar teiknimyndir en mér fannst þessi verið mest ofbeldisfull að ég sá hana nýlega með systur minni og ákvað að fræðast þessa mynd af því að mér fannst frekar mikið ofbeldi í henni. Þannig að já, eins og ég sagði þá vona ykkur finnst þetta voða fræðilegt og skemmtilegt að heyra mig tala þetta. Endilega fylgið mér á Spotify og inn á síðunni. Þið getið fundið mig alls staðar og það er undir minni síðu sem innri hugur íþróttarinnar og ég náttúrulega veit að þetta tengist ekkert íþróttir en þetta verkefni í fjölmiðlunarfræði. Þannig já, vonandi fannst ykkur þetta fræðilegt eins og ég sagði, ég veit það, sorry fólk, að ég ætla að endurtaka þetta en þetta bara, mér finnst það mikilvægt að þetta kom fram. Þið njótið þess og endilega látum við vita ef það eitthvað sem þið viljið segja mér. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, takk fyrir að hlusta og sé ykkur næst. Bye bye.